1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, góðan dag, 1, 2, 1, 2. Það komið sumar, stutt í haustið, 1, 2. Ronaldo kominn heim, já. Mikið var skilaboð, mikið byrja. Það ekki, þá bara byrjum við, það ekki. Góðan daginn, kæru bæjarfulltrúar, og verið velkomin á fund 519 hjá Bæjarstjórn Grindavíkur. Hann haldinn í bæjarstjórnarsalnum okkar 31. ágúst 2021 og hefst það núna stundvíslega 1600. Í upphafi fundar þá óskar forseti eftir að taka á dagskrármál með afbrigðum sem þriðja mál. Það kosning í nefndir bæjarins og það samþykkt. Það eru allar hendur á lofti. Og ég bara býð ykkur öll velkomin aftur eftir sumarleyfi. Ég held að þetta hafi verið langt af sumarleyfi hjá okkur og það er sem lítið breyst, það gís enn, þannig að það er áfram gakk bara, en við hefjum dagskrá sem er ekki mörg mál hjá okkur, en við höldum áfram og það er fyrsta mál á dagskrá, það eru breytingar á aðalskipulagi Grindavíkurbæjar við golfvöll. Og það er skipulagslýsing að tillögu að breytingu á aðalskipulagi Grindavíkurbæjar er lögð fram samanber 1. málsgrein 37. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Breytingi varðar stækkun á íþróttasvæði við golfvöll, svæði skilgreint sem I-2 á aðalskipulagi. Skipulagsnefnd samþykkti skipulagslýsinguna á fundi nr. 89 þann 27. ágúst síðastliðinn og að hana verið haft samráð og hún kynnt í samræmi við 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Þetta er lagt fram og orðið er laust. Nú ekki, þá bara auglýs við þessa skipulagslýsingu til atkvæðagreiðslu, þeir sem henni samþykkir. Það eru 7 hendur þar á lofti. Kannski teka fram eftir þetta nýja ljós að ef þið eru einhverju öðru máli þarna hinum en maður sér ekki alveg alltaf hendurnar okkur. Já. Þá er það mál nr. 2. Það eru strætisvagnaferðir milli FS og Grindavíkur. Og þetta mál setti forseti á dagskrá og sem betur fer skjótt skipast veður í lofti. Ég var tilbúin með svona harðorða bókun en til allra hamingju þá held ég við þurfum ekki að fara út í þá bókun en því að það eru komna nýja vendingar í málið og nýjar upplýsingar og sem sagt Strætó brást vel við þessu og þetta voru einhver mistök sem áttu sér stað, einhver samskipta vandamál. Þannig að frá með morgundeginum þá verður Strætó seinna á ferðinni sem að búa laga áætlunina. Þannig að málið fengið farsælan endi og nemendur munu komast heim til sín að degi loknum. Orðið laust á Hallfríður, já, gerðu svo vel. Þetta er dálítið óþægilegt. Þú séu þetta bara saman, þetta er hróðverkefni. Bæjarfulltrúar, varðandi þetta er gott að það búið að leysa úr þessum akstursvanda. Hins vegar þá fékk ég líka ábendingu varðandi krakka sem eru í Keili. Kom það eitthvað tíma til umræðu að koma við upp í Keili og sækja þau börn sem að ganga eða þá unglinga sem eru þar? Já, takk fyrir þetta Hallfríður. Ég held ég geti svarað þessu því að eftir samtal við Nökkva áðan að þá sagði Guðmundur Heiðarsson sem er forstjóri Strætó að ef það er eitthvað vandamál með Ásbrúarsvæði eða Keili þá verður það lagfært líka. Og mér skildist á Guðmundi að forstjóri Strætó hann var raunverulega hálfmiður sín yfir þessu. Þetta á ekki að vera svona. Þjónustan á að vera til staðar fyrir okkur að skóladegi loknum. Og ef það er einhver vankanta þar á, þá verður það laga. Það voru orð forstjórans. Þannig eins og segi, ég held að þetta máli fari farsælan endi, þannig að við þurfum ekki að staldra nema einhver vilji tjá sig meira málið. Geta tjá okkur meira þetta og förum þá í þriðja mál. Og það er kosning í nefndir samkvæmt B-lið 47. greinar, samþykktar stjórn Grindavíkurbæjar og fundaskup bæjarstjórnar. Það er tillaga að Sigríður Etna Marinósdóttir verði aðalmaður í stað Bjarna Þórarins Hallferðssonar og að varamaður verði Inga Fanney Rúnarsdóttir í stað Sigríðar Etnu. Orðið laust, einhverju athugasemdir við þetta. Nú ekki þá bara greiðum við atkvæði þetta, þeir sem eru þessi samþykkir.
og það eru 7 hendur þar á lofti. Nú, þá er sem sagt komið í raun og veru fundarhlé hjá okkur, þá er komið að fundagerðum og núna bara rjúfum við útsendingu og höldum í fundagerðir.